Benedikt Guðmundsson, Benni, við brosum 32 stiga sigur á KFÍ. Fyrirfram áttu við von á hörkuleik en þetta var nú ekki jafn leikur eins og við vorum að búast við og vildum í raun fá. Já, við vorum viðbúnir í hörkuleik og við náðum bara tökum á honum mjög snemma, sérstaklega varnarmegin og stýrðum honum svolítið, þannig að þetta var eiginlega okkar leikur þegar upp á staði. Þeir, já, þetta byrja mjög vel en svo taka þeir pínu kipp í lok annars leikluta og koma þegar við erum búin að vera með 20 stiga forskoti og þá koma þeir niður í 14. Þá hélt maður alltaf að fara að næsti hælan á okkur. Já, ég var óánægður með síðustu 2,5 í fyrirháleik. Þá erum við að fá á okkur einhver 10 stig á þessum stutta tíma og þeir náðu að minnka þetta niður í 14 en svo náðu þessu aftur, fórum við aftur í rytman, varnarrytman bara strax í seinni hálfleik og var ekkert aftur snúið eftir það. En nú aftur, og kannski það sem leggur oft grunninn að sigurum, það er sterkur varnarleikur og eins og sést á tölunum þá er góð vörn í dag. Já, ég meina vörnin heilt yfir í vetur búin að vera fín og alltaf að verða betri, þannig að en svona okkur vantar aðeins meira svona power í sóknarleikinn og varnarlega erum við á fínum stað. Búin að fá okkur langfæst í deildinni. Svo hefur náttúrulega svo sem eins og maður sá núna munurinn á liðum, kostar ekki að lesa það muna eins og þú núna að fleygja Danero og Drew á bekkinni í síðasta leikluta og leyfa þessum ungu strákum að koma inn og spretta sig og þeir stóðu undir því. Já, þeir náðum að hvíla þá þarna og þeir spiluðu báðir mjög vel í þessum leik og bjuggu til hennan mun ásamt fleirum og það er gott að geta gefið þessum drengjaflokksstrákum mínútur og þannig að þeir eru svona að spila fullorðins bolta. Þeir eru náttúrulega munir á drengjaflokki og meistaraflokki og hvað þá annarri deild í drengjaflokki, þannig að við erum svona að reyna að aðlaga þessum líkamlega styrk og gæðum sem eru í meistaraflokki. Og svona smá spilatími alltaf af og til, hann náttúrulega veitur það sjálfsöryggi sem til þarf. Já, og það eru svona ákveðin korn í tímaklasi hjá þessum strákum að fá. Svavar náttúrulega hefur kannski spilað slatta svona í vetur og er búinn að vera mjög duglegur, þannig að hann er alltaf í stöður í framför. Stulli er búinn að vera mikið meiddur og verið svolítið mikið frá, þannig að hann er að koma inn núna að fullu og var nú ekki verið að fara að sjá hann á morgunæfingunni líka. Og hann var bara frekur í dag, sýndi bara kjark í lokin. Já, hann er algjörlega óhræddur, það vantar ekkert upp á það, þannig að vonandi eigum við eftir að sjá meira frá honum og næstu árum. Nei, þú svo ekki verið að hafi hvílt Danir og Drew hann í lokin, þú lést bara Þröstur á bekknum allan tíman, leifunum hann á sér almennilega þessum meiðslum? Já, hann er meiddur og hann vildi endilega prófa að hita upp og svona en það var ekkert vitið að vera að láta hann spila á þessu, þannig að við leyfum honum bara að jafna sig og vonandi verður hann klár í næsta leik. Ég veit ekki hvort að það takist, en það verður bara komið í ljós í vikunni. Það er akkurat það sem að þú tókst að mig spurninguna, það var náttúrulega með það, og það hefur kannski verið bara betra að hafa þá móti Bliku, það verður hörkuleikur. Já, þeir eru náttúrulega orðnir miklu sterkari núna heldur þeir voru fyrir jól, konum með frábæran bandaríska leikmann sem breytir þessu liði mikið og þeir eru svona konum með þennan go-to-mann sem hefur kannski vantað hjá þeim í vetur og það verður hörkuleikur og þeir hafa verið að spila miklu betur eftir að hann kom, unnu Valum daginn og svona, þannig að það verður hörkuleikur. En þú ert sáttur við hvernig leikurinn spilaðist í dag svona heilt yfir? Já, ég var bara svona sáttur með svona 30-32 í dag, þannig að þetta er að nálgast. Benni, til hamingju sigurinn og sjáumst í næsta leik. Já, takk sömuleiðis.